lokum fara hratt yfir verkefnin og hvernig þau tengjast og svona kannski hvernig þau koma inn í undirbúning ykkar fyrir lokaprófið. En verkefni 1, bara kynnast þessu, setja upp textaritil, aðgangur Netlify, tengist inn í þetta GUI, forrit, möppur og skjöl, hvað mappa, hvað skjal og hvað að gera verkefni aðgengilegt, hvað að fá url, hvernig þetta í raun að deploya einhverju. Svo HTML element og HTML validatorinn, AX-tólið til þess að hjálpa okkur við að greina svona þessi almennu villur sem við getum gert í aðgengismálum, samt sem maður ekki tæmandi. Og þetta bara, hvernig voruð að velja HTML elementin ykkar? Hvernig það að hugsa þessa merkingafræði? Verkefni 3, grunn CSS, þar sem við tengdum síðan CSS-ið og byggum til viðmót ofan á verkefni 2. Og þá kannski reyna að rifja upp hvernig einhver leið með það að vera að gera verkefni 2 þar sem það var engin skjámynd og það var bara eitthvað ekki að hugsa útlitið. Og svona skiljiði betur núna hver sú pæling var. Það oft erfitt bara fyrir okkur sem einstaklinga að hugsa hlutin það abstrakt að við erum ekki að hugsa hvernig hann lítur út. Þetta einhver hvað hann er. Það bara, getur verið erfitt fyrir okkur. Og þarna tókum við bara svona létta byrjun á CSS, vorum ekki að hugsa mikið hvernig við svona layoutum hlutina, heldur hvernig við erum að vinna með letur og liti aðalega. Í verkefni 4 fórum við að nota Custom Properties. Þá fengum þið gefin einhvern lista og hvernig við settum það upp í root. Það var eitthvað fyrirfram gefið og þeir notuðu það síðan og notuðu Flexbox til þess að stýra útliti. Þarna í þessu verkefni að þú veist hvernig voru þessi card-pælingar væri mjög gott að rifja upp. Þú veist hvernig það af því það alveg mikla líkur á því að það komi dæmi sem að kallast mikið á við það. Þetta card-viðmót. Í verkefni 5 þá var það að halda áfram og kannski þarna lentum við í því að þetta var ekkert kannski neitt rosalega mikið af efni sem við vorum að vinna með, en við vorum samt komin með mikið af konseptum saman í eitt CSS-skjal. Við vorum með CSS-skjal sem voru að hugsa okay, hvernig erum við að vinna með letur og liti? Hvernig erum við að vinna með það að resetta í taka margin og padding af hlutunum? Hvernig erum við að vinna með þessi card-viðmótin sem eitt card einhvern veginn að hafa sér og svo hvernig settum við það þannig að þessi card raðast saman, 3 og 3 saman ef við erum með svona mikið pláss og svo þetta orðið responsive og hvað gerist ef að minnkar plássið og þau fara niður í færri, alveg niður í að vera bara standa eitt og sér. Þannig að þetta voru kannski, ég man ekki hvað var í þínleistinni, 300 línur á CSS eða eitthvað, en samt að taka mjög mikla breidd og CSS-virkni. Það þú veist, ég setti þetta upp þarna í framhaldið þannig að við skoðum diffið á milli verkefni 4 og verkefni 5. Þá ekkert rosalega mikið af breytingum, en það eru mjög taktískar og það mjög svona, þú veist, maður þarf að vita hvað á að breyta þar og hvað á að gera til þess að þetta, þú veist, hangi allt saman. Þannig að fyrir þetta, grid og hvernig grid notað til þess að hjálpa okkur við að gera skalanleg viðmót og hvenær við getum notað grid versus Flexbox. Þá þessi pæling. Layoutið, valmyndin sem var hann til vinstri og meginmálið og hvernig það var datt inn í gridið og hvernig við vorum með þennan card container sem var að halda utan þessi card okkar og setja þau eitthvað inn í grid en síðan innan í hverju kardi fyrir sig því ég var alveg saman gridið. Það var bara að reyna að raða því plássi sem að það hafði með að spila sem að gridið útlutaði því. Þetta aftur þessi pæling, layout versus component. Verkefni 6 var síðan enn og aftur sama efnið nema nú bara vorum við að refactora þetta öllu leyti í nokkra hluti og setja upp Node og NPM og setja upp á tölunni hjá okkur og vinna þess með það sem var hugsanlega svona það var svona, já, þetta rampaðist mjög upp og verkefni 5 held ég hafi verið kannski bara flóknasta verkefni fyrir utan kannski verkefni 9 þetta misserið. Og þarna vorum við líka bara að læra að þessi dependency og þetta package.json og alltaf með sér þarna að náttúrulega líka tengja Git og nota Git til þess að skila og tengja við Netlify.
Verkefni 7, það var bara að nota strengi og tölur, fylki og hluti í JavaScript, þó mest strengi, og föll og einhverja flæðistýringar, og svo líka þetta console assert og þessar pælingar testing sem var bara í blá lokinu í námsefninu, en ég svona kannski talaði full mikið það í tengslu við verkefni 7 og 8, en vona ég hef kveikt eitthvað í einhverjum og þess að ég er farin að hugsa meira það hvernig ég geti skrifað test, ekki bara í JavaScript, ekki bara með console assert, heldur bara almennt í þeim forritum sem skrifið, því að ef það er eitt sem þið getur gert til þess að verða betri forritara almennt, þá er það að hugsa hvernig þið prófið kóðan ykkar frá bara fyrsta staf sem er skrifið. Svo verkefni 8, þá tókum við verkefni 7, refaktoruðum það upp í einingar með ECMAScript modules og byrjuðum að forrita þess á móti DOM-inu og settum upp ESLint til þess að benda okkur á hugsanlegar villur og settum það inn í verkflæðið okkar, þannig að við vorum að koma með eitthvað npm run lint sem keyrði ESLint sem lét okkur þá vita og þannig stekka þetta tólasafn okkar. Svo verkefni 9, að forrita móti DOM-inu meira, búa til element, fjarlægja þau, fela þau, forrita móti API með fetch, lesa úr JSON-gögnum og svo ef við skoðum sýnlausnina aðeins að spá í því hvað getum við gert ef að gögnin okkar, eða gögnin sem ekki gögnin okkar, heldur gögnin þeirra sem við erum að sækja til, eru ekki eins og við gerum ráð fyrir. Og þetta, þar sem ég var með svona tiltölulega flókið svona mapping-fall sem tók eitthvað og sagði bara eitthvað, ok, ertu örugglega með þetta? Ok, þá ætla ég og er það örugglega array og er inn í því þetta og er það inn með þetta og þá skilja ykkur tilbaka. Og þá með það pælingin svo að þessi vefþjónn gæti farið niður, hann gæti farið að skila ykkur bulli, en forritið mitt myndi alltaf lifað af og segja, heyrðu, þetta kom á einhverju formi sem ég skildi ekki, heyrðu, það skilaðist einhver villa hérna. En samt verkefni 9, þessi pæling með það að sækja gögn yfir vefþjónustu og hugsa þessar 4 stöður. Ég fekk einhver gögn, ég fekk tóm gögn, sem við lentum nú ekki í, svona að við fylgdum bara alveg verkefnaskipulaginu. Við fengum gögnin á einhverjum hægum tíma, sem var artificially gert hægt með því að nota eitthvað slípfall og síðan ég fekk villu og þetta bara bilaði. Síðan verkefni 10, sem þið skiljiðu bara síðustu viku, að skoða aðeins breiddina í því sem er til staðar í dag og það tengist svolítið í svona þetta seinasta verkefni, prófspurningunum sem hefur verið á öllum prófum. Þetta er kannski það verkefni sem myndi hjálpa okkur mest að tala það ásamt náttúrulega hópverkunum. Að svona nota þetta eins og Vite eða React eða hvað sem þið notuðu. Þið getið nýtt það sem að þið lærðuð í verkefnum 10, því þetta var svolítið svona self-directed, þið voru bara að prófa eitthvað og hvað þið myndu gera ef þið væri núna að fara að setjast niður og leysa eitthvað verkefni frá grunni. Og síðan að nota eitthvað svona web API, hvort sem að það er History API-in eða Geolocation eða Canvas eða whatever. Og svo nota JavaScript tól eins og Vite. Svo vantar inn í þetta hópverkefni 1 og hópverkefni 2. Hópverkefni 1, ætla bara samansafn, eða bara svona kjarnaði allt það sem var í verkefni 1 til 6. Og Figma, kannski svona stór partur af því að geta tekið við einhverjum hönnunarskjölum og lesið úr þeim og unnið þau saman í hóp til þess að búa til eitthvað viðmót. Og síðan núna hópverkefni 2, eiginlega framhald af verkefnum 9 og 10. Þar sem við erum ekki með vefþjón, en við erum með ígildi vefþjóns sem er þessi JSON-skjöl og struktúra það hvernig við erum að búa til viðmót út frá þeim. Og hér erum við komin. Einhverjar spurningar alveg í blálokinn á þessum áfanga? Þá þakka ég bara fyrir.